Já, komið sæl aftur, hingaði komin góðu gestur Andrea Sigurðardóttir, blaðamaður á Morgunblaðinu. Þú varst nú viðskipta fréttastjóri og þú lætur mikið að þér kveða líka í skrifum frá Alþingi og pólitík. Gaman að fá þig sem slíkan blaðamann hingað. Við erum að ræða það að samtök atvinnulífsins hafa verið að tala það að það sé bjartsýnisvísitala forstjóra voru tiltölulega bjartsýnir lengi vel og síðast ári. Þessi vísitala hefur aðeins farið niður og það er meðal annars svona skattahækkanir og fleira umhverfið aðeins að versna. Andrea, hvernig metur þú stöðuna þessu áramót og svona næsta ár? Já, það kemur ekkert á óvart að bjartsýnin farið hnignandi. Þetta ár byrjaði dálítið þannig að við vorum þarna í einhverjum vaxtalækkunar fasa, verðbólgan var hörfandi en síðan það verður eitthvað breyting. Verðbólgan hefur verið mun þrálatari en menn gerður að fyrir. Það var þarna ákveðin manneskja sem lofaði því að koma með sleggju. Já, lýsi hér með eftir henni. Já. Ég held að kannski hafi henni verið sveiflað í öfuga átt. Það er bara einmitt spurningin. Það verið að keyra hlutur upp. Verðbólgan hefur verið þrálátari. Það hafa verið áföll á árinu sem að voru kannski leiðist hugtaki ófyrir séð en einhverju leyti ófyrir séð og vaxta lækkanaferlið var sett á ís. Svo í kjölfar þessar áfalla þá var þó brugðist við og ekki síst vegna vaxtadómsins að vextir lækkuðu þó í síðustu ákvörðun. En svo kemur þetta verðbólguskot núna undir lok ársins. Já. Sem að var reyndar ótrúlega skrítin mæling en breytir því þó ekki að það svona setur hlutina í dálítið annað samhengi en við vorum að horfa á kannski áður en að sú mæling kom fram og ég held að áhyggjur fólks af því hvert við erum að stefna séu mjög réttmætar ef ekkert verður að gert að þá getum við hort bara fram á að við endum í einhvers konar stagnation þar sem að verður erfitt að eiga við hérna þrálátu verðbólgu og maður sér það sko líka væntingamælingar Seðlabankans sem að voru á þessum síðasta ársfjórðungi að þær voru heldur bjartari en á þriðja ársfjórðungi að þá var þessi verðbólgumæling ekki komin. Þannig að það eru ýmsar blikur á lofti og að mínu mati full ástæða til þess að menn setja allar hendur á dekk við að eiga við þetta. Finnst þér vera pólitískur órói í samfélaginu í dag? Miðað við svona hvernig valkyrurnar lögðu af stað? Pólitískur órói, já, ég meina sko það hefur verið, þessi ríkisstjórn hefur dálítið, sko hún talar mjög mikið fyrirsjáanleika en mér finnst hún síðan kannski dálítið hafa staðið fyrir einu gagnstæða. Við sáum það til dæmis í samgönguáætluninni þar sem að forgangsröðun sem að áður hafi verið samþykkt henni bara hent út gluggann og það kemur eitthvað ný forgangsröðun. Við sjáum það að veiðigjaldafrumvarpið sem var samþykkt í vor, það var ekki neinu takti við það sem var lofað. Það er farið bara miklu brattar inn í þetta og hraðar. Það er ekki vandað til verka fullir ég. Og atvinnulífið sem að einhvern veginn uppsker alls konar, hvað að segja, íslensku orðið yfir svona curveballs. Frá í rauninni stjórnvöldum og við erum ekki ennþá búin að sjá sko hvað við gera með ferðaþjónustuna en þau verða að standa mig fast á því að sá matseðill sem að við sáum af skattahækkunum fyrir ferðaþjónustuna ég rekna með að við munum horfa upp á frekar skattahækkunar þar. Þannig og í þessum öllum aðstæðum að þá er þetta held í atvinnulífinu erfitt og hið fræga verðmætasköpunar haust ég held að við höfum öll séð að það hefur ekkert orðið úr því og ég er ekki viss að það verði næsta haust heldur. Það er svona slagorðakennt svolítið ýmislegt sem kemur frá ríkisstjórninni en það er náttúrulega spinndoktorar þarna í fullri. Já, og menn sem hafa beðið lengi eftir því á kantinum að komast í þá stöðu. En sko ef við horfum á sko nú ríkisstjórninni stýrta hagfræðingi, formaður samfylkingarinnar, Viðreisn hefur lagt gríðarlega áherslu alltaf á að vera tengd atvinnulífinu. Það er mjög mikið af fólki sem hefur áður
starfað inn í atvinnulífinu sem hefur tengsl inn í viðreisn og starfar þar og meira segir á þeirra lið þeirra. Kannski látum svona látum kannski flokk fólksins aðeins sigla þar frá hjá en sko heldur að þessi stjórn hafi svona eitthvað, að því þú kemur nú svona skarast bæði stjórnmálunum og viðskiptalífinu, hefur hún trúverðuleika eða traust hjá atvinnulífinu? Ég geti bætt við að fjármálaráðherrann hann sóttur upp í háskóla og þannig að það svona þetta fólk ætlaði sér sannarlega að skapa þannig trúveruleika og traust en svo finnst manni kannski það skorti eitthvað á eða hver þín upplifun af þessu? Já, ég held að sko með Kristrúnu sem forsætisráðherra, Daða Má sem fjármálaráðherra þá hafi fólk haft ákveðna væntingar að þrátt fyrir að þarna væri flokkur fólksins og þrátt fyrir að þetta væri samfylkingin að þá myndi nú samt vera þarna, já, svona eitthvað skynsemi og gagnvart atvinnulífinu af því að þetta alveg fólk sem að gera sig grein fyrir því að velferð byggir á verðmætasköpun. En síðan það nú bara þannig að það eru útgjaldafrek mál sem eru á þeirra stefnuskrá, ekki síst úr röðum flokks fólksins og þetta þarf að fjármagna og samfylkingin hefur aldrei verið feimin við það að hækka skatta. Þau sögðust ekki alltaf að hækka skatta á venjulegt fólk. Nú hefur síðan komið í ljós að hið venjulega fólk ansi vandfundi í þessum samfélagi, ég bara lýsi hér með líka eftir því. En það þarf einhvern veginn að láta þetta ganga upp og það sem maður náttúrulega fyrst og fremst að vera að horfa á útgjaldavöxturinn af því að hann í reyndin skattahækkanirnar af því að hann fellur á almenning hvort sem það í formi hærri skatta, meiri verðbólgu eða síðan lántöku til framtíðar á börnin okkar. Þannig að já, ég hugsa að það séu margir í atvinnulífinu sem að spyrja sér spurninga. Ég held að þetta sé sérstaklega erfitt fyrir Viðreisn og maður hefur alveg skynjað að það mikill titringur innan Viðreisnar vegna þessara. Já, ég hef skynjað það. Já, í svona grasrót flokksins eða? Já, bæði grasrótin en ég held að það sé alveg líka titringur innan þingflokksins með þær ákvarðanir því að þetta kannski ekki það sem að þessi flokkur vill standa fyrir. Helstu málin á Alþingi, núna á vorþingi, hver verða þau á þínum mati? Já, samgöngu áætlunin, hún verður fyrirferðarmikil. Ég held að það verður tekist mikið á hana. Svo þarna ýmis mál sem að standa út af sem að eru áhugaverð eins og tenging bóta við launavísitölu sem að ég held að sé ofboðslega skrítin hugmynd en kannski förum ekki dýpra í það hérna en það mál sem að stendur út af. Við eigum eftir að sjá varðandi strandveiðarnar frumvarp flokks fólksins, við eigum eftir að sjá já, það ýmislegt en ég held að samgöngu áætlunin verði ótvírætt það umdeildasta og svo kannski ef það koma fram með bókun 35 já, einmitt sem nú að þingmálaskrá og var lögðu nú ekki það hérna á haustþinginu en það voru nú, menn væntu þess að eftir að gekk svona vel með kjarnorku ákvæði í sumar menn myndi bara hjóla í bókun 35 á haustþinginu en svo komu náttúrulega þessi erfileikar í samskiptu við Evrópusambandi og annað slíkt sem að kannski hafa dregið úr fýsileika þess. Já, og líka bara þetta haustþing var ofboðslega skrítið vegna þess að það var svo mikil forvinna unnin í vor. Það voru mörg mál sem að ekki náðu afgreiðslu þá. Það eru mörg mál sem að meira þess þverpólitísk samstaða sem í raun úr ranni fyrir ríkisstjórnar. Fullt af málum sem átt að koma fram í september og október en bara einhver helmingur af þeim komst yfir höfuð á það stig að það væri mælt fyrir þeim. Þannig að sko verkefna skuldin frá haustþinginu sem að þarf síðan að takast á núna á vetrar og vorþingi, hún alveg mikil. Þannig að það verður annarsamt þing og ekki síst síðan vegna þess að fyrir utan náttúrulega páskafríð að þá eru líka sveitastjórnarkosningar og þá fyrir þingi í hlé. Þannig að hversu mikil uppskera þessara ríkisstjórnar verður á þessu þingi
Það er erfitt Við erum hér í hluthafaspjallinu, við erum að túlka sjónarmið fjárfesta og Jú, bara hvernig meta stöðuna. í samfélaginu, þannig að eins og Jón kom inn á áðan sko með þetta pólitíski óróleikin og það hefur nú aðeins komið fram í spjalli hér fyrir viðmælendur sko, það er eitthvað sem að sko fjárfestar hafa bara engan áhuga á. Nei. Og það er kannski það sem að til dæmis við erum ofta að bera okkur saman við Norðurlöndin. Þar tekst stundum ágætlega bara til að sko atvinnulífi og viðskiptalífi er ekkit sko þrúað af einhverjum pólitískum vandræðagangi og nokkurn veginn sama hverjir eru ríkisstjórn. Stærsta verkefni stjórnvalda hverjum tíma er í mínum huga að tryggja stöðuleika og fyrirsjáanleika eins eftir því sem best er hægt. En þessar ríkisstjórn hefur ekki tekist það. Nei. Hvernig finnst þér að samstarf valkyrjana hafi rauninni þróast? Þær syngja saman og þetta virðist vera óðurlega skemmtilegt, en svona óbásleg samheldni? Þetta er stundum eins og dans og söngvamynd. Já, svona mikil samheldni? Hvernig upplifir það? Sko, þetta að sé eitthvað sundrung að byrja? Ég held að þessi mikla gleði, sko, hún er hluti af því að þessi ríkisstjórn keyrir rosalega mikið á ákveðnu narratífi. Þetta sem við kallum þessi spunameistarar og liður í því eitt af veikleikum síðustu ríkisstjórnar, einn af veikleikum er að sko sundrungin í þeirri ríkisstjórn var áþreifanleg fyrir alla og þarna er tekið svo póll í hæðinni við ætlum ekki að láta narra okkur á því að það sé einhver ósamstæða í ríkisstjórninni. Þannig að maður sér þau alveg bara að standa hérna saman fullum fetum og segja að það sé samstæða, jafnvel þó að allir sjá að hún sé ekki til staðar. Og ég hugsa að það kom mér á óvart að ríkisstjórnin myndi lifa þetta ár af bara eftir alla vandræðagang fólksins, en hún gerði það, þannig að það er þrautsegja en það er líka mikið í húfi. Og það heldur þeim saman. Og nú er búið að einfalda þetta svolítið hjá flokki fólksins því að það er bara einn allsherjar á þeirra. Hvernig sérðu það? Það var ekkert um að öðruvísi í raun. Já, kannski er það var það ekki nefndar á mínum mati. Hvernig sérðu ráðherra kapalinn hjá flokki fólksins á næstunni? Guðmundur Ingi Kristinsson, heldur hann verið áfram? Ég tel mjög litla líkur á því. Ég sé það ekki í kortinu. Hver tekur við á hann þá heldur þú? Ástundur Lóa Þórsdóttir komið aftur inn? Ég sé það alveg fyrir mig sem frekar líklega sviðsmynd. En Kolbrún? Ég held að hún kom ekki inn og ástæðan fyrir því er einfallega svo að það voru ákveðið sterk skilaboð í því að þegar að Ásthildur Lóa sagði af sér eða var látin segja af sér hvort heldur sem að það var í reynd að að fyrsta Kolbrún var ekki valinn þá þrátt fyrir að hafa sinn bakgrunn sem að tengist þessu fæi, en Guðmundur Ingi sem ég held að vil nú taka fram að ég upplifa hann sem mjög vænan og ljúfan og vel meinandi mann en hann er hins vegar held ég því miður þessu starfi ekki vaxinn og það held ég að glöggir menn hafi nú átt að segja. Þú álítur að Ásthildur bara komið aftur? Ég held að sé meiri líkur á því heldur að verði Kolbrún fyrst, það var ekki Kolbrún síðast. En myndi það ganga upp? Nýbúin að segja af sér? Búin að segja af sér? Já, veistu það, við lifum í þannig þjóðfélagi að fólk er fljótt að gleyma. Oft líka verður hitinn á meðan að málið er í gangi, þetta er svolítið svona hátt upp og stundum hratt niður líka. Hún fekk svolítið bakslag líka svona ákveðna samúð svona eftir áhyggja. Já. Mönnum fannst þetta vera dálítið ósangjörn meðferð sem hún fekk til dæmis að hálfu fjölmiðla eða þeirra sem að hófu málið. Já, gott að blessa en ég hugsa sko það samúðin tengist þetta náttúrulega er fjölskyldumál, flókið og erfitt fjölskyldumál og við erum kannski ekki mikið vön því að í stjórnmálum séu þau dregin svona fram með þessum hætti. En sko í mínum huga var það alltaf þannig að bara algjörlega burt séð frá því hverjar aðstæðurnar voru eða hvert máli var. Fyrir mér var í rauninni afsagnarsökin svo að ráðherra liggi á símanum hjá einhverju manneskju út í bæ og mæti heim til hennar. Það er ofboðslega skrítið en hvort að það ger það verkum að hún geti bara aldrei komið til álita
sem ráðherra skal ég ekki segja en það er bara ekki úr miklu að móða hjá flokki fólksins hreinlega. Ekki ef við útilokum Kolbrúnu. Ég get ekki skilið það öðruvísi en að Inga Sæland bara útiloki hana fyrst að hún var ekki sett sem ráðherra við síðustu skipti. Ef við sjáum það nú kannski svona ef við förum að ljúka þessu að gengi á hlutabrifum í flokki fólksins hefur nú lækkað verulega. Ef við horfum á mælingar og verið sé að ég held að mér gamli kennari Ólafur Þ. Harðarson, hann getur ekki einu sinni talað upp lengur. Ég held að fólk hafi kunna betur við flokk fólksins í stjórnarandstöðu en í ríkisstjórn. Það er reynda með marga flokka, sko. Það er erfitt að fara yfir og bera ábyrgð á orðu sínum og gerðum. Þetta er að vera nokkuð gott. Áramótin, hvernig gamlarskvöld hjá þér og ertu á einhverju nýjársfagnaði þá einhver staðar? Nei, ég Við erum áhuga samar félagslíf fólks. Sko, áramótin, ég lít svo á að versti tíminn til að fara í eitthvað partí, það er áramótin. Það er vonlaust að fá bíla, þannig að ég er bara í kósí fjölskyldustemningu. Sko. Gamlarskvöld, ofnættu kvöld, ofissunótt, víða. Heyrðu en á engar flugaldar, Sigurður heldur að ég sé talsmaður hann er á vegu landsbjargar hérna í þessu spjalli, kostar í bak og fyrir. Ég er náttúrulega að fagna það er mikið björgunarsveita fólki minni fjölskyldu, þannig að það verður tekið með pompi og prakt. Það er einhverja tertur sem fara þar í loftið. Heyrðu, gaman að fá því þáttinn. Já, takk fyrir að bjóða mér, gaman að koma til ykkar. Takk. Kæra þakkir fyrir komuna. Takk.